Og áfram höldum við í föstudagsþætti N4 sem að þessu sinni tekin upp í menningarhúsinu Bergi á Dalvík. Gunnhildur Gylfadóttir á Steindyrum í Svarfaðardal formaður búnaðarsambands Eyjafjarðar. Gunnhildur, já, þú þó bóndi en búnaðarsamband Eyjafjarðar, hvað gerir það fyrir nokkuð? Við tökum ákveðna, kannski ekki beint orðið í dag hagsmunagæslu en við erum svona samnefnari fyrir bændur á svæðinu. Við erum með starfsfólk og rekum-sæðingarnar á svæðinu og hjá okkur bara heilmikil starfsemi. Við erum með búgarð, húsið okkar kallað Búgarður á Akureyri á Óseyrinni og þar líka ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins til húsa. Þannig þetta verður svolítið samnefnari, þarna koma bændur og leita sér ráðgjafar og við reynum bara að sinna og leysa þau mál sem við mögulega getum. Eyjafjörður mikið landbúnað hér? Já, mikið. Við bara jafnum okkur við Sunnlendinga alveg hiklaust og sannlega Skagfirðinga. Þetta mikið mjólkurframleiðslu hérað. Eru kúabændur, eru þeir í meirihluta kannski í félaginu eða? Við erum kannski mikið stærri. Það eru náttúrulega margir sauðfjárbændur, margir stóru sauðfjárbændur en kannski ber mest af stóru kúabúunum á svæðinu. En núna þegar maður keyrir héruðin þá sér maður að sláttur, hann stendur yfir. Bændur víðast hvar eru búnir með fyrir slátt minnstakosti? Já. Ég held að hér í dalnum okkar þá sá ég að það eru örfáir með flatt ennþá en það eru bara síðustu nokkurn veginn síðustu túnina fyrir slætti. Þar sem slegið tvisvar. Svo einhverjir sem bíða með stykki aðeins lengur og slá bara einu sinni og setja svo kindur á jafnvel á eftir eða eitthvað svoleiðis. Sumarið, það hefur verið mjög gott. Já, það búið yndislegt. Það aldrei ekki hægt kvarta. Ekki í vorinu og ekki því sem hafa sumri. Þannig að þetta bara búið að vera eiginlega kjánalega skemmtilegt að vinna í heyi og vera í sauðburði og annað slíkt. Þannig að slátturinn, hann hefur gengið vel. Já, allavega við svardalinga getum ekki kvartað, þetta búið að ganga mjög vel. En það nú ekki eins mikið mál að heyja í dag eins og var hér á árum áður. Vélvæðingin gríðarlega í þessu. Já, það orðið erfitt að hafa krakka í sveit á sumrin því að það eiginlega ekki hægt að láta þau gera nokkuð skapaðan hlut. Það allir hættir að vera með rífur og allir komið stóra dráttal þannig að það lítið hægt að gera fyrir þau að fela enda á rúllum en það einn og einn sem ennþá í þurrhegi hér á svæðinu en þá bara hluta til og baggar eru nánast að verða horfnir. Það meira orðið ígrip að komast í baggavinnu bara til þess að rifja upp gamla takta og hafa pínu gaman. Þetta svolítið stemming ef að baggarnir ekki 20.000 heldur bara 200. Já, maður sér það sumstaðar að rúllurnar, plastrúllurnar, þær eru bleikar. Já, það var boðið upp á þetta, það fyrir partur af því til Krabbameinsfélagsins. Þannig að víða eru bleikarúllur, þannig að það ljótt verða ljósbláar næst. Þetta mikil vélvæðing og stundum talað að hver og einn bóndi hann eigi alla sínar vélar en verktaka hún svolítið að færast í aukana þegar ekki? Jú, og það rosa misjafnt á milli bara búa og bænda bara hvað ákvörðin taka. Ef þú komið með gamlar vélar og tæki þá eru margir sem taka það ákvörðin að kaupa ekki nýtt heldur fara bara í verktöku. Og svo aftur aðri sem get ekki hugsað sér verktöku og verða að fá að vasast í þessu sjálfur þannig að þetta rosa bara misjafnt en verktaka hefur færst í aukana. En þetta samt sem áður ekki þannig að bændur þeir bara liggja á sólarströnd og bara fylgjast með í símanum sínum? Það ekki alveg svoleiðis, ekki heldur svoleiðis hjá þeim sem með róbot. En þið á Steindyrum, þið eruð í mjólkurbúskapnum? Já, við erum aðalega með kýr, við erum líka með hross og kindur og geitur reyndar sem hobby. En já, við erum með milli 60 og 70 kýr. 60 til 70 kýr, það þýðir væntanlega að þið eru svolítið yfir meðaltalinu? Já, eitthvað pínu. Ekki rosa mikið en eitthvað pínu. En þetta nafn Steindyr? Það sem ég veit best að þá þetta dregið af gilinu hjá okkur. Að ef maður lappar inn í gilið
þá svona rani, klettarani sem gengur í gilið og myndar ákveðna dyr í gilinu og fyrir ofan og neðan þá sér maður hvorki upp eða niður. Og þaðan held ég að ég best veit að nafnið sé dregið. Og svo líka til Steindýrafoss, eða ekki? Jú, og hann svolítið falin perla því að hann sést ekki frá veginum ef þú keyrir vestanmegin í dalnum, en hann sést aftur í fjarlægi ef maður austanmegin, þá sér maður hann yfir dalinn. En þetta mjög þekkt gönguleið upp hjá Steindyrum og upp að Nikutjörn og sumir fara bara upp á fossi og horfa ofan í gilið og það reyndar hægt að ganga inn í gilinu líka, það svona meira fyrir þá sem ekki loftræddir og hægt að labba undir fossinn. Nikutjörnin, já, hún nú eins og segir, hún svolítið vinsæl og þar nikur, sem sagt, eitthvað heljarnar dýr upp í vatninu. Já, hann nú sem betur fyrir hættur að bylta sér að mestu leyti. Það gerðist þó hérna fyrir nokkrum árum síðan og ég var að vitna því að bóndinn á Grund var með mér fram í afrétt ásamt fleirum og það kom kall að kvikindið væri farið á stað og kæmi heljarinnar aur þarna niður úr Grundagilinu, en það var sem betur fyrir ekki alvarlegt en fór samt niður á tún og þeir eru búin að vonandi gera varanlega lausn á þessu. Þannig að Gunnhildur á bóndið, þú trúir sem sagt á að þarna sé nikur? Já, hann hefur örugglega verið til, sko. En aðeins meira svona kúabúskapinn, það verið að vélavæða þar, eru komnir margir róbótar hérna á svæðið? Hérna í Svarfaðardalum eru 3 róbótar, 2 í nýjum fjósum og 1 í gömlu, en á Eyjafjarðarsvæðinu þá eru náttúrulega mjög margir róbótar. Og síðustu svona 2 ár hefur orðið gríðarleg aukning á þeim. Þetta heljarinnar fjárfesting? Já, þetta mikil fjárfesting. Mismunandi mikið hvort þú þarft að byggja alveg nýtt fjós eða hvort þú getur breytt gömlu og sett þetta þar inn. Það svona, bara það allar útgáfur á því. Og allt virðist þetta ganga vel. Nú konar 3 tegundir róbótum, voru bara aðalega 2 og svo 3. bættist við og það sem þeir allir sammert að þeir ganga vel. En þeir sem að fara út í þessa vélvæðingu, það eru væntanlega þeir sem að ætla sér að halda áfram á þessu sviði. Já, við skulum allan vona það að þeir fara ekki að hætta. En já, og auðvitað það eru líka fleiri búnir að græja sér helling þó þeir sé ekki endilega með róbót. Fólk ennþá með mjaltabása og aðra mjaltatækni, en langflestir að fara í róbót og það verðist einhvern veginn allir stefna þangað. En hvað með formann Búnaðarsambands Eyjafjarðar, ert þú komið með róbót? Nei, ég ekki komið með róbót. Við mjólkum ennþá í brautakerfi sem að okkur mati bara mjög fínt og hendur okkur mjög vel. Verður velt að vera einn í fjósi og það kallar enginn á okkur í nóttunni. Svona bara rétt áður ég kveðið, ertu búin að kíkja eitthvað í ber? Rétt aðeins í gær. Okkur fannst lítið af bláberjakoppum þar sem við vorum akkurat stödd, en það var svolítið að krækjuberum. En við vorum ekki á besta svæðinu að kíkja, við vorum heldur ekki í þeim erindagjörðum að kíkja eftir berjum, en auðvitað gerir maður það í leiðinni. Þannig að þú tala svolítið þannig eins og þetta lofi svolítið góðu? Já, allir það segja það margir og ég bara býst við að Múlinn og Bæjarfjalli og Tungurnar og þessir hefðbundnu staðir standi fyrir sínu í fullt af berjum. Gunnhildur Gylfadóttir, formaður Búnaðarsambands Eyjafjarðar og bóndi á Steindyrum, þakka þér fyrir komuna og við höldum áfram rétt á eftir.